góðan daginn. Kristbergur hérna og ég er einn, já, í dag er ég alveg einn og byrja bara á hvernig var vikan mín, hún var bara þokkaleg, búið mikið að gera, ég er búin að vera fastur í vinnunni og vinna, þannig að rauninni, sko, já, Óskar, ef ég fara þangað, þá er hann ekki hér í dag. Nei, hann er ekki hér í dag, því hann er út í Svíþjóð og fór í sumarfrí þangað. Ég veit ekki af hverju hann gerði þetta ekki meðan við tókum frí í þættinum en hann er núna í Svíþjóð að hafa það bara mjög gott og mjög skemmtilegt og svoleiðis. Og svo bara sagði ég við Óskar, farð þú bara í frí, ég skal sjá þáttinn, ég skal finna eitthvað og það má vel að segja að ég hafi klúðrað því, því að ég er einn. Já, ég er einn með ykkur. Þannig að ég ætla bara að fara að tala við ykkur og hafa smá svona, kaffispjall. Ég að tala um hluti og fara yfir vandamál og annað og svoleiðis. En ef við förum aftur í vikuna mína, þá er vikan mín búin að vera frekar erfið. Ég er búin að vinna mikið á Selfossi, búin að vera að setja upp búð þar, tækjarbúð, og ég er búin að vera rosalega mikið bara á Selfossi að vinna og flakka hingað og þangað. Ég er búin að vera versla og keypti mér þessa peysu hérna daginn og mjög fín peysa. Ég er mjög ánægður með hana allan er hún rosa fín. En sko, þátturinn verður bara með hefðbundnu sniði, nema að ég ætla bara að tala og þið ætli bara að hlusta á mig tala og það er bara mjög gaman að hlusta á mig tala. Ég hlusta alltaf á alla þættina því ég er að taka upp og klippa og laga til og ég hlusta alltaf á sjálfa mig, sko. Ég hlusta alltaf á mínar sögur og hlæja að þeim þegar ég hlusta á þáttinn. Og svo hlusta ég aftur á þáttinn þegar kemur í loftið. Ég hlusta á hann svona 3 sinnum. En það er bara þannig. Ég er með kaffi líka, þannig að ef þið viljið, þá endilega stoppið þáttinn, fá ykkur kaffi og hlustið á mig tala. Að ég mun sötra líka og ef það gæti orðið svolítið svona, mér langar í kaffi, þá fá okkur kaffi. Ég man nú í fyrsta þættinum okkar, þá tölum við hvað okkur finnst kaffi vond, en ég held ég komin á svona kaffibragði. Það er til vond kaffi og til gott kaffi. Þannig að ég er bara orðið kaffikall. En eins og venjulega, það bjó ég til svona sögu. Er ég tilbúinn? Já, ég er tilbúinn. Skipulag getur verið flókið, sérstaklega þegar maður er illa skipulagður. Hver kannast ekki við það flott og gott skipulag klúðrist og að skipuleggja viðburð fyrir vinahópinn og enginn kemur. Skipuleggja stefnumót og svo klúðrast allt saman. Það getur verið erfitt að vera skipulagður og allir í kringum hann eru óskipulagðir og allt í rugli. Við erum lausnamiðaðir vandræðagemsar og erum 2 loðnir. Og í þættinum í dag ætlum við að tala skipulag. Af hverju skipulag? Það er góð spurning. Það er ástæða fyrir að ég vil tala skipulag. Af því að skipulagið mitt fór svolítið í vaskinn. Já, ég sem sagt ætlaði að gera margt með þennan þátt. Og bara núna í dag er sunnudagur og ég er bara búin að fresta þessu og bara hef ekki skipulagt mig að haft tíma í að fá einhvern í þáttinn og gera það þannig. Þannig að ég er bara einn að fara að tala skipulag. Já, sko, það er erfitt að vera skipulagður, en mér finnst það ógeðslega erfitt að þurfa að skipuleggja mig, sérstaklega langt fram í tíman,
af því að ég skipulegg mig alveg mér veist betra að fá okkar skipulag en stundum skipulegg ég bara svona í haustnum á mér bara, já, svona á morgun ætla ég að vera bara heima sko, bara að vera heima á morgun svona það hausinn minn búin að skipuleggja svo kemur Gunnur og segir bara, hvað segirum við förum, ef við ekki bara fara að versla á morgun eða eitthvað og ég bara nei og hún leið, byrju, af hverju ekki ég bara, og mér finnst það aðstæðlega þurfa að segja að ég var búin að hugsa að vera heima eða eitthvað þannig en þarna svona skipulagsbrestur að geta ekki samrýmt áætlun af því að ég hugsaði með mér að vera heima ég skrifaði ekkert í bók og ég sagði ekkert þetta var ekkert planað í 3 vikna fyrirvara eða eitthvað svoleiðis en það bara erfitt stundum að skipuleggja sig og sérstaklega þegar plönin breytast mér finnst það erfitt að plana einmitt að vera heima og svo bara allt í einu við þurfum að fara að gera þetta við þurfum að fara að þangað að hjálpa þessu við þurfum að gera þetta og þá ég svona voða tregur til þess að gera það af því að þá fara plönin mín bara í ruslið en það gerist ótrúlega oft að plönin mín fara bara í ruslið eins og í vinnunum minni, ég vinn sem verslunarstjóri og þar koma upp vandamál bara á daglega bara einhver kunni kemur hérna brjálega ég vil hérna og ég þarf að díla við það en kannski var hugmyndi mín bara að taka til á deildunum eða eitthvað svoleiðis en plönin þróast og breytast og það ekkert sem við getum meira komið vekk fyrir það en einmitt að plana fyrir vini vinahópurinn að fara að hittast við ætlum að grilla allir saman búin að ákveða dagsetningunum dagurinn 3. helgin í ágúst allir bara já, frábært það gott plan að gera það en svo bara gleyma því allir að þetta svo langt fram í tíman að allir bara gleyma því að við ætlum að hittast og búin að koma með ný plön sem eru einhvern veginn merkilegri heldur en þetta plan það kemur rosa stundum fyrir að plana of langt í fram í tíman sem kannski ekki það stórt en fólk á það til að gleyma því sko. Það svolítið leiðilegt ég persónulega gleymi því rosa oft og búin að plana eitthvað annað til að vera heima en það bara þannig plön eiga til að þróast og breytast eins og þetta plan eins og ég ætlaði að vera með Óskari ég ætlaði að finna einhvern og það bara fór í vaskinn sko það svolítið klúður sko. Þannig að fáðu okkur bara kaffi og spjallum bara saman góð spurning að nú ég bara að tala við sjálf á mig og ég bara að segja ykkur frá það sem ég að hugsa en ég hef reynt að vera skipulagður ég hef reynt að skipuleggja fram í tíman með dagbók og reynt að setja bara þennan dag farið þangað, þennan dag gera þetta þennan dag þennan dag ætla ég að vera heima að taka til og bara hefur verið reynt að vera harður á planinu en málið en með mig ég svona svolítið vandræðagemsi sko. Ég á það til að svindla og svindla svona á sjálfu mér það eins og að sé 2 manneskjur sko í mér sem eru svona annar svona verð bara heima slakað á fara að spila tölvuleiki borða pizza, borða snakk og drakka kók og svo hin manneskjan sem heitir Kristbergur og svo hinn heitir líka Kristbergur þeir eru bara einhvern veginn hana og hinn svona, já, förum bara út að hlaupa og förum að hreyfum okkur verum duglegir og verum bara geðveikt og svo hinn alltaf hana bakvið sko, sem alltaf bara nei app, þú ert þreyttur manstu, gott og legðu þig þetta jo svo bara, hvað ég segja djöfullin og engillin á öxlinni og ég örugglega ekki sá eini en ég von ekki það væri svolítið skrítið að ég væri bara eini sem svona keksruglaður en það maður þarf stundum auðvitað að hugsa
sína eigin líðan með því að slaka á, en maður þarf líka að gera það með því að hreyfa sig, þannig að það er að gera að hlusta á þessa báðar hliðar held ég, en samt ekki of mikið á annan og ekki of mikið á hinn, af því að það er erfitt að vera of planaður og sérstaklega að gera ekki ráð fyrir hvíldardegi bara á plönum, bara er því í dag bara bara þriðjudaginn 5. ágúst ætla ég að vera heima og það er ekkert sem kemur vekk fyrir það. Ég hef heyrt að það er mikið í útlöndum, sérstaklega ég hef heyrt það í Þýskalandi og Danmörku, að þar er bara sumarið skipulagt bara frá degi til dags, bara þennan dag heima, þennan dag fara í heimsókn þarna, plana það, spyrja þennan dag gera þetta, þennan dag þennan nanna, og ég hef ekki séð neitt Íslending vera með það mikið plan og það mikla dagskrá að það gangi upp, eða það er vel alltaf skyndi ákvarðanir. En talandi skyndi ákvarðanir, ég fer í það á eftir, ekki vera að reka svona eftir með það, látt ekki svona, og plana bara allt, það er bara allt planað, og sko, ég hef séð þetta í Þjóðverjum, sérstaklega það var kennari, það var þýsku kennari minn, sem var svolítið svona planaður, hún var ekki planaður, hún var bara með allt planað alla daga, og finna við að hún var bara að kenna strákum, og það var ein stelpa með okkur í tíma líka, tvær stelpur, en við vorum svo miklir bjánar, við vorum ekkert auðveldir nemendur, við vorum bara, hvernig segja maður farið í raskat á þýsku, hvernig segja, og hún alveg bara, það morgun ætlum við að fara í gegn því að allir kennar gera eitthvað námsáætlun og námsplan, en ég veit ekki neitt nemanda sem hefur bara hort á þessa námsáætlun og veit nákvæmlega hvar við eigum að vera, og meðan allir aðrir eru bara en við gerðum þetta svolítið erfitt og við þurftum fyrir hana, og að því að hún kom í svona, hún tók við af öðrum kennara sem var svolítið svona alveg lúsi-gúsi og samþykti margar reglur í tímanum okkar, til dæmis við áttum að læra 1 blótsyrði í hverjum tíma og 1 gott orð og svoleiðis, og hafa söngtíma á föstudögum þar sem valin eru þýsku lög, þar sem við höldum karaoke að syngjum alls saman. Já, við erum svolítið við vorum að reyna að finna leiðir til að gera þetta skemmtilegt. Það er svo margar reglur í mörgum tungumálum að það er bara erfitt að læra svona structure-based tungumál eins og íslensku og þýsku og svoleiðis, frekar að reyna að gera þetta skemmtilegt og þannig sem við vorum að reyna að gera. Við vorum að læra þýsku, en aftur á móti vorum við líka að gera hana skemmtileg. En hún kom hana í miðjum, ekki svona hvað tók við vorum 2 ár hjá öðrum hinum kennarinn og 2 ár hjá hinum, og hún kom þarna, já, þau vorum í öðrum bekk eða eitthvað, og hún var svolítið bara ekki að skilja hvernig við vorum ekkert að fylgjast með hvar við ættum að vera, hvar við vorum og hvert við ætluðum að fara. Við mættum bara í tíma og við vorum bara að vonast til þess að kennari myndi svona lóðs okkur í gegnum efnið sem við erum vanir að gera. En þarna vildi hún sjá meira frumkvæði frá nemendum sem var ekki til staðar, jú kannski á sumum, ég er ekki alveg að alhæfa hérna að ég get alveg sagt fyrir mína hönd þá var ég ekki þar, ég var ekki svona frumkvæði að gera fylgja áætlun eða vera á áætlun, ég bara mætti tíma, það var eina sem það var markmiði
og læra smá. En skyndi ákvarðanir, það þannig að þegar ég komin aftur þangað, skyndi ákvarðanir, þær eru skemmtilegar en þær rugla í öllum plönum. Það er erfitt að taka að úr sérstaklega úr plönuð manneskja og það er erfitt fyrir því að taka skyndi ákvarðanir. En eða úr manneskja eins og ég hins vegar ok, allt í lagi. Ég á erfitt með að plana, ég á ekkert erfitt með að plana, ég á erfitt með að taka skyndi ákvarðanir. Ég er með svona valkvíða, eða svona ekkert valkvíða, ég er erfitt að velja, en eins og ég er búin að plana það að vera heima, skilur. Þá það er ekkert að fara að breyta því. Þá einhver segir, hey, kemur í körfu, og ég er svona, fara í körfubolta eða vera heima. Og ég þarf að hugsa það, ég þarf virkilega að berjast við þessa djöfla og engla, sko, hvort að ég ætti að fara í körfu eða fara eða vera heima. En skyndi ákvarðanir, þær voru einhvern veginn fyrir mér auðveldari í gamla daga. Ég tók einu svona skyndi ákvarðan, borðið hérna, ég er svo sterkur, tók einu svona skyndi ákvarðan, og þá var félagið minn að kaupa bíl í Borgarnesi. Ég átti heima á Hvolsvelli þá, þannig að fara í Borgarnes, þetta var hvort það sé 2,5 tími eða eitthvað svo. Ég fór og ég bara, hún bara, hvað er það að fara að gera í Borgarnes, spyr ég hann, og hann bara, er að kaupa bíl maður, kaupa bíl. Og ég bara, já, ok, ég er alveg til að fara í Borgarnes og fá með pulsu. Ég hef aldrei borðað, ég var langt síðan að fekk ég með pulsu í Borgarnesi. Þannig að ég fer með, bara með það hugarfar að ég er að fara að kaupa mér pulsu sem ég gerði, keypti mér pulsu og var sáttur og fórum við heim. Hann alltaf keypti bíl í leiðinni og eða eitthvað, ég man ekki hvort hann keypti hann ekki, hann bara skoðaði hann. En það fannst mér gaman og mér fannst það líka bara, það gerði það fyndið einhvern veginn fyrir mér að hafa geta sagt ég fór í Borgarnes og keypti mér pulsu og fór svo heim. Einnig fór ég það var núlega mjög slæm skyndi ákvörðun. Já, ég er nú aðeins að hugsa og tala, hugsa í hausnum á mér, sko. Ég tók eins og skyndi ákvörðun að fara upp á jökul, minni mig. Já, upp á fjall. Og þetta var laugardagur, og við förum einhvers staðar upp á fjall og það var svolítið allt gert í skyndi, sko. Förum hana og festum okkur og ég var ekkert vel klæddur, ég var í gallabuxum og einhverju gamalli úlpu sem alltaf virkaði sem úlpa, það var bara eitthvað lufsa og svo kemur björgunarsveitin, takk fyrir að bjarga mér hana, og hún kemur og bara bjargar okkur og allt í góðu með það og ég hef verið styrtaðal í björgunarsveitinum síðan þá og við vorum festum okkur hann eitthvað krapsulli og svoleiðis og hún kemur og bjargar okkur og ég að því að þetta voru strákar frá svæðinu sem voru í björgunarsveitinni skömmuðu mig bara, hreint og beint bara hvað ég væri að hugsa að fara svona klæddur upp á jökul eða upp á fjall. Já, ég alveg sammála þeim að þetta var ekkert góð hugmynd til mér að fara svona illa klæddur upp á fjall og ég sé eftir að hafa gert það þannig fá mér að skafi mikið þess að þægilegt að hafa Óskar ekki þá get ég bara talað bara um þitt og þetta hann þarf ekkert að stoppa mig af hann gerir það nú yfirleitt aldrei, hann stoppa mig ekki en skipulag að vera skipulagður það er að sama eða líka bara að vera með skipulagt í kringum sig og ég hef sama eiginleika og pabbi minn hann sko það í bílskotum hjá pabba mínu það er allt í drastli ef þú kemur að þinn og lappar inn þú sér bara verkfæri hinga og þanga allt hitt og allt svoleiðis en ef ég spyr hann eitthvað ákveðið skrújárn bara þið áttu Philips skrújárn sem er 20 cm langt hann veit nákvæmlega hvað það er
hann bara, herra Kristbergur, það hérna ferð hana inn, það hérna undir skrifborðinu aðeins til hægri, þar skrúfjárnin sem þú leitar að og ég hef það eiginlega svipað ég veit hvar allt og í mínu messi veit ég bara hvar allt og það sem truflar mig mest með svona skipulag af því að fólk horfir á þetta og segir þetta sé ekkert skipulag og fer að taka til í því og þegar einhver tekur til í skipulagi sérstaklega þínu skipulagi sem var drasl út allt og tekur til í því sortir og setur öll skrúfurnar saman og alla snúrurnar saman og alla straumbreytina saman eitthvað þarna voða flott skipulag þá veit ég ekkert hvar neitt þá ég hálftíma að leita 20 cm langus Philips skrúfjárni og það böggar mig rosalega mikið en hins vegar Kristbergur þá þetta svo þægilegt þú lærir inn á skipulagi sem manneskjan tók til á og sérstaklega þetta allt merkt og þetta rosa þægilegt þannig að þetta svona bæði og ég þekki pabbi minn svona og ég skil hann vel þegar ég fæ lána skrúfjárn og ég setja ekki á saman stað þarna undir skrifborðinu til hægri og setja kannski á eitthvað annað þá á hann með að finna það en hann vissi hvar það var það sem hann notaði það síðast og eins og ég veit hvar allt draslið mitt af því að annarkvort setti ég það þarna og já, af því að ég setti það þarna og bjóð til draslið en það ekki allir alveg á sömu nótum og ég með það að hafa svona drasli kringum sig ég veit ekki hvað það en svona óreiða bara ég veit ekki mér finnst það bara þægilegt ég veit ekki ég ætla ekki að fara þangað, ég að tala um skipulag sko það gott að vera með skipulag eins og sérstaklega í vinnunni að hafa eitthvað plan og sérstaklega yfirmenn að plana daginn hvernig dagurinn á að vera og skipulagi daginn auðvitað getur það fokast upp og breyst og svoleiðis en það ásamt að vera auðveldara að hafa einhvern strúktúr það bara auðveldara með allt eins og en aftur á móti að ég hvað ég er að skjóta mig í fótinn hérna hvað ég mikill bara bjána lingur og sóði en ég á svona app sem heitir Habit Tracker ég hang alltaf við það svona ef ég ger eitthvað eins og taka til heima hjá mér og bursta tennur og gera hitt og þetta og svoleiðis og ég er ekkert sérlega duglegur við það ég byrja alltaf rosa vel ég bara fæði svona brilljant hugmynd ég bara, ég er svo klár ég er búin að finna út úr hvernig ég laga letina í Kristbergi hvernig ég laga bara alla vondusósiði og allt svona eins og að drasla til þá með svona app með svona appi og ég byrja viku flott, allt svona allt hamrað inn, stimplað inn og það talað að það tekur alltaf 3 vikur að búa til venju og afvenja hluti að gera eitthvað að þú gerir á hverjum degi 3 vikur þá það bara orðið hálf fast í hausnum að gera það bara dettur í svona autopilot og ég endist í viku ég ger þetta í svona viku rosa duglur í eina viku svo bara gleymi þessu og þetta leiðilegt ég þarf eitthvað meira ég þarf eitthvað svona eitthvað sem svona gefur mér eitthvað gott feedback en herði ég alveg fór fram hjá mér ég er búin að hugsa, ég er búin að tala svo mikið búin að tala en ég að gleyma að segja ykkur svo styrktaraðalega þáttarins
Styrktaraðili þáttarins islandpoland.is og þeir voru núna að fá afsakið, þeir voru að fá ég sá það á Facebook að voru að fá svona bjálkahús til sín og rosa flott, mjög flott. Mæli eindreið með að kíkja á islandpoland.is og skoða úrvalið þeirra. Nú er ég búin að því. Allt ræði. Það er áður í skipulagi sko. Það er bara ákveðinu oft sem við erum að tala um þetta en það á að vera á skipulaginu sko. Skipulagi er allt í rugli sem þessi þáttur er óskipulagur. Þetta er svo óskipulagt. En aftur á móti erum við að tala um skipulag sko. Býta þessu skipulag sko ég eins og ég er búin að vera að segja þá er ég ótrúlega óskipulagur og ég á erfitt með að skipulegja mig sérstaklega ef ég er að frí þá bara ég er bara frí maður eins og núna sem að frí mitt Gunnur var í vinnu og ég spurði hann bara hvað er Gunnur að fara í frí hún bara veit það ekki og ég bara ok ég þurfti að velja dagsendingu ég valdi bara dagsendingu fór í frí og ég gerði ekkert í fríinu mínu af því að það var ekkert skipulag Gunnur var að vinna og ég bara heima að bora í nefið og svoleiðis og eitthvað en þessi þáttur hann verður bara held ég stuttur með í styttra laginu vegna þess að ég og Óskar við tölum hérna yfirleitt saman í klukkutíma en núna er það bara ég að tala og ég tala bara helmingina því þannig að þið eru að fá bara helminga þætti sko. Það var Óskar að gera hinn helmingina þessu þætti einhvern tímann seinna, ég veit það ekki einhvern veginn þannig en skipur ekki það bara seinna þetta er bara ótrúlega skrítið að vera einn að tala og sérstaklega bara með umræðefni undirbúið og það er eina sem ég hef sko. Það er bara skipulag að því ég ruglaði ég klúðraði öllu skipulagi í þessari viku þetta er bara fjör þetta er bara fjör má segja, þetta er ævintýri maður er að læra, á hverjum degi læri maður eitthvað nýtt og jafnvel, það getur vel verið ég læri það í framtíðin að vera skipulagðari í öllu að vera skipulagðari í vinnu, að vera skipulagðari bara í heimilislífi og það er bara það tekur á að vera skipulagður og vel skipulagður sérstaklega þegar maður er sérstaklega óskipulagður en skipulag eins og sko það er rosalega oft að ég hef lent í því ég veit ekki hverju aðrir hafa lent í því að skipuleggja stefnumót að skipuleggja eitthvað svona sem á að vera geðveikt bara klukkan þetta fyrir við að gera þetta klukkan þetta fyrir við að gera þetta við ætlum fórt að borða síðan það ætlum við bara steikur og klukkan þetta ætlum við að gera allt saman skilur við og svo það er svo típist að skipuleggja eitthvað og það þarf ekki nema eitt hlut til að klikka þá fellur allt bara en sem betur fyrir þegar maður er að skipuleggja með einhver eða fyrir einhvern og hann veit ekki alveg hvernig skipulagið er eða hvernig fyrirkomulagið er þá getur maður alltaf aktað eins og þetta sé eðlilegt þetta var planað við ætlum sko að fara sko, við ætlum að fara hingað við ætlum að býða matnum í klukkutíma eftir mat sko. það er alveg planað við ætlum bara ég bara viski að þetta myndi taka langa tíma en það er bara að reyna að redda hlutunum á þann hátt og ég svo sem að man ekki almennilega hvort að ég hafi lent í því en ég svona bæði og það hefur komið svona myndast svona bil og maður veit ekki alveg hvernig maður fyll upp í það en þá er að gera alltaf að fara í bara í leiki ég man alltaf eftir því það er alltaf að fara í svona og veist, ef maður er á einhverju ættamóti eða eitthvað og það kom svona gat í skipulagi það bara að fara í leiki valið einhverja tvo gæja bara þið hérna
þið eru flinkir, það ekki, og allir bara, jú, þið, hérna, farið í einhverja leiki, krakkar, og farið í einhverja leiki, af því að bara skipulaði bara þannig. Og stundum, eins og ég talaði bara eins og daginn, var 17. júní, hérna Hafnarfirði. Mér fannst það illa skipulaði viðburður. Ég beið, eina sem ég gerði var að bíða í biðröð, skilurðu. En það er bara þannig. En heyrðu, ég held að sé komin tími á mig. Núna fer ég bara að tala bara allt og ekkert og hitt og þetta og svoleiðis. Það er bara hættulegt. Þannig að ég ætla að gera svona. Já. Ég ætla bara að segja bara takk æðislega fyrir að hlusta á þennan stutta míniþátt sem er hérna. Og ég ætla bara að segja takk fyrir mig og ég ætla að minna ykkur að kíkja á islandpoland.is og á Instagram, Facebook, TikTok, like, deila og bara YouTube og endilega segið frá vinum ykkur frá sem þætti og segja hvað er gaman að hlusta á 2 loðuna, sérstaklega þennan eina loðuna sem er núna já ég held að Óskar er ekki dánaði þegar hann heyrir hann þátt en það er ekki mitt vandamál það sem að ég er á tökkunum og ég stjórna öllu en hann er út í Svíþjóð hann bara nýtur sín þar þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir mig og afsakið hvað þessi þáttur var stuttur og skrítinn þannig að bara eigið þið góðan dag og gott kvöld og njótið og bara takk æðislega fyrir mig. Bye bye.